Flokkur fólksins mælist utan þings í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum og nýtur meiri stuðnings en Samfylkingin eftir sveitarstjórnarkosningar. Á 800 jarðskjálfta hafa mælst á Hengilssvæðinu síðan í gær. Sá stærsti fannst víða land. Brottfarastöðuna fyrirhuguðu. Umdeilt frumvarp brottfararstöð var rætt á Alþingi í dag. Mótmælt var á þingpöllum og nokkrum var vísað úr húsi. Hópur fólks í varðhaldsbúðum innflytjendastofnunar Bandaríkjanna í hungurverkfalli. Það lýsir meðal annars óþrifnaði og orméttnum mat. Tugir voru handteknir þegar mótmælendum og lögreglu lenti saman. Eftir kalt vor fyrir norðan var kúnum á bænum Holtseli loksins hleypt út í sólina í dag. Gleðin leyndi sér ekki. Gott kvöld. Flokkur fólksins fellur af þingi miðað við nýjan þjóðarpúls. Fylgi flokksins hefur dregist saman 10% stig frá kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn bætir hins vegar við sig. Samfylkingin eftir sem áður stærsti flokkurinn og nýtur stuðnings ríflega 28% kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn næstur með 23,5%. Fylgi miðflokksins dregst saman milli mánaða og tæp 18%. Viðreisn stendur í stað með tæp 11 en fylgi Framsóknarflokksins eykst milli mánaða og mælist hann með tæp 7%. Fylgi Vinstri grænna dregst saman, flokkurinn mælist með 4,3% en þrátt fyrir það mælist hann með 1 kjördæmakjörinn þingmann í Reykjavíkurkjördæmi norður. Flokkur fólksins hins vegar fallinn af þingi miðað við þessa könnun með 4,0%. Aðrir flokkar mælast með undir 3% og næðu ekki inn á þing. Alls segjast 49%, réttæpur helmingur, styðja ríkisstjórnina. Það nokkuð umfram sameiginlegt fylgi ríkisstjórnarflokkana sem 43%. Magnús Geir Eyjólfsson, hvað hægt að lesa í þessa könnun? Þetta fyrsta könnunin sem birtist eftir sveitarstjórnarkosningarnar og það sem við vorum fyrst og fremst að leita eftir var hvort að þessi bláa bylgja, þessi mikli sigur Sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum myndi smitast yfir landsmálin. Og það virðist vera raunin. Flokkurinn að bæta þessi 2% stigum og hefur hann ekki verið stærri síðan í október 2023. Það ekki nema svona cirka 5 mánuði sem við vorum að tala að miðflokkurinn væri að verða hið ráðandi afl á hægri vængnum. Á tímabili var hann með 5% stigum meira en Sjálfstæðisflokkurinn. Nú þetta snúast við, Sjálfstæðisflokkurinn komin yfir og stemningin svona virðist vera þeim megin. En þessar hörðu deilur framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið, hafa þær áhrif? Við vitum ekki ennþá hvort það til dæmis kosningarnar eða Evrópumálin, en við skulum varpa upp mjög áhugaverðri mynd. Þetta fylgi flokkana eftir kosningar. Það frá 17. til 31. maí og þá teiknast upp allt önnur mynd. Það verður 9% stiga sveifla á fylgi Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks. Samfylki fer niður 5% og Sjálfstæðisflokkur upp 4%. Og Sjálfstæðisflokkurinn þar með orðin stærri en Samfylkingin sem þá í fyrsta skipti síðan í ársbyrjun 2023. Og þessi sveifla virðist aðalega vera þarna á milli því að fylgi flestra annarra flokka svo til óbreytt. Miðflokkurinn stækkar lítillega í seinni hluta mánaðar. Viðreisn og Framsókn cirka bát sama bili en flokkur fólksins komin í 3% sem svona kannski áframhaldandi hnignun á fylgi þess flokks. Hvort þetta bara stemningin eftir kosningar eða hvort þetta Evrópumálin, við vitum það ekki ennþá. En ef þessi hreyfing flyst inn í júní og júlí þá að horfa á töluvert mikla breytingar á landslæginu. Takk fyrir þetta, Magnús Geir. Yfir 700 skjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu á Hengilssvæðinu síðan snemma í gærmorgun. Sá stærsti varð rétt fyrir klukkan 2 eftir hádegi, 4,5 og á 5. tímanum var annar sem mældist 3,7. Upptekin voru vestur af Húsmúla í vesturhluta Hengils. Veðurstofu barst fjöldi tilkynninga að stærsti skjálftinn hefði fundist greinilega víða, meðal annars á Akranesi og undir Eyjafjöllum. Og Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður við Veðurstofuna þar sem hefur verið grannt fylgst með Hengilssvæðinu í dag, ekki satt? Jú, vísindamenn Veðurstofu hafa grannt fylgst með málum og hér nú einn þeirra, Benedikt Halldórsson. Já, þarna mælast nokkuð öflugir skjálftar. Hvað að gerast þarna? Já, þetta lítur út fyrir að séu í raun og veru spennulosun vegna flekarhefinga, bara í jarðskjálftum. Getur þetta þýtt að stærri jarðskjálfti sé í vændum?
Það er í raun og veru ómögulegt að segja en stærri jarðskjálftar geta átt sér stað þarna og hafa átt sér stað þarna, svona alltaf 6 að stærð. En það er ekkert sem bendir til þess að nokkuð slíkt sé á leiðinni og ómögulegt að spá. Þarna hafa mælst hátt í 800 skjálftar, misstórir. Er það svona mikið á þennan mælikvarða? Já, í raun og veru svona hrinur eru algengar. Á þessu svæði kannski ekkert svo rosalega oft þarna. En já, mörg hundruð skjálftar í tengslu við skjálftarhrinu þegar skjálfta stærni 4,5 eru ekkert svona óvanalegt í raun og veru þótt að það líði langt á milli. Getur þetta þýtt að hengillinn sem er náttúrulega megin eldstöð gæti farið að láta á sér kræla? Það er bara ekkert í kortanum sem bendir til þess. Þetta eru grunnir skjálftar, engin aflögunarmerki svo stöddu þannig að við fylgjumst vel með. Það er ekkert sem bendir til neins slíks. Fylgjumst vel með, segir Benedikt, en við kveðjum hérna af Veðurstofuhæðinni. Takk fyrir það, Anna Lilja. Nokkrum mótmælendum var vísað út úr Alþingishúsinu eftir að þeir stöðvuðu þingfund, þar sem verið var að ræða fyrirhugaða brottfararstöð fyrir fólk sem vísa á úr landi. Önnur umræða frumvarp dómsmálaráðherra brottfarastöð hófst á Alþingi í dag. Skömmu eftir að Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins stigi í pontum, gerðist þetta. Tengslu við brottfarastöðuna fyrirhuguðu. Kæru þingmenn, brottfarastöðin sem verða að ræða er ekki Gert hlé á þessum fundi til 15:45. Gert var stutt hlé á þingfundi á meðan mótmælendunum, sem voru nokkrir talsins, var vísað úr húsi. Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Alþingis sýndi fólkið ekki mótþróa þegar þingverðir vísuðu fólkin á dyr. Þau héldu áfram að mótmæla fyrir utan húsi þegar þingfundur hófst á ný. Sami hópur mótmælti einnig fyrir utan Alþingi í síðustu viku þegar málið var afgreitt úr nefnd. Snorri fekk orðið aftur og harmaði að fámennur hópur fólks hefði raskað starfsfriði þingsins. Ég býst nú við því að þarna í þessum hópi sem að tala nú, já, ef maður skilur áferðina rétt fyrir opnum landamærum sé fólk sem hefur á einhvern hátt líklega tekið við afbakaðri mynd af efni þessa frumvarps eða að minnstakosti misskilja algjörlega áhrif frumvarpsins. Frumvarpið sjálft sætti töluverðri gagnrýni í umsóknarferli, meðal annars frá mannréttindafulltrúa Evrópuráðsins, Rauða krossinum, Barnaheillum og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Gagnrýnin sneri einkum að atriðum vörðuðu vistun barna og fjölskyldna. Meirihluti allsherjar og menntamálanefndar gerir nokkra breytingar sem ætlaðar að koma til móts við þær athugasemdir. Þannig verði fjölskyldur vistaðar í sérstöku húsnæði sem verður algjörlega aðskilið vistaverum einstaklinga. Í því húsnæði skulu fjölskyldur hafa afmarkað rými, að lágmarki svefnrými, þótt þær kunni að deila annarri aðstöðu, svo sem salernis- og eldunaraðstöðu. Þingmenn Sjálfstæðisflokks í nefndinni vilja ganga lengra og leggja til að barnafjölskyldur fái eigið afmarkað svefnrými, tómstundasvæði innan og utandyra, auk salernis- og eldunaraðstöðu. Þá bætist við ákvæðum að börn skuli eiga kost á að taka þátt í leikjum og afþreyingu sem hentar þeirra aldri. Tótla Sæmundsdóttir, það búið að gera þessar breytingar á upphaflegu frumvarpi en þið hjá Barnaheillum, þið gerið samt enn talsverðar athugasemdir við málið. Já, börn eiga ekki heima í varðhaldi, alveg sama hvað þú vilt kalla það. Það þarf virkilega sérstakar ástæður til þess að tryggja öryggi barna eða annara til þess að það sé hægt að setja þau í varðhald. Þetta er ekki bara skoðun okkar, heldur skyldur sem við höfum tekið upp með barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig að alveg sama hvað þið viljið kalla þetta, það á aldrei að setja börn í varðhald. En það hefur verið vísað til þess að við séum að fara að fordæmi Norðurlandana. Er einhver ástæða fyrir okkur til að fara öðruvísi að heldur en nágrannaþjóðirnar? Í Noregi, þar sem þetta hefur verið tekið upp, hefur þetta verið sérstaklega gagnrýnt og fólk hefur ítrekað beðið að þessu sé hætt. Í Danmörku eru til dæmis opnar fjölskyldumiðstöðvar, þannig að það fer eftir hvað við viljum horfa til. Viljum við taka upp mistökin frá Norðurlöndunum eða ætlum við að gera betur? Og hvernig hefðu þið viljað leysa þetta?
Það eru alls konar lausnir sem við erum búin að benda allsherjar- og menntamálanefnd ítrekað á. Það til dæmis rafrænt eftirlit, það hægt að beita fólki eftirliti, það eru skyldur að tilkynningarskyldur til dæmis. Það eru ótal úrræði sem flóttamannanefnd Sameinuðu þjóðanna til dæmis búin að benda á. Einmitt það. Takk fyrir þetta, Tótla Sæmundsdóttir. Tugir voru handteknir helgina þegar mótmælendum og lögreglu lenti saman fyrir utan varðhaldsbúðir innflytjendastofnunar Bandaríkjanna í New Jersey. Hópur fólks sem í búðunum í hungurverkfalli vegna ómannúðlegra aðstæðna þar. Mótmælin hafa staðið yfir í rúma viku og stigmagnast. Þau hófust eftir að hópur fólk sem í búðunum hóf hungurverkfall. Hópurinn birti opið bréf þar sem hann lýsti hörmulegum aðstæðum, meðal annars útbreiðslu sjúkdóma, ormajetnum mat, ónægri heilbrigðisþjónustu og baðherbergjum sem hann sagði ekki mönnum bjóðandi. Fjölskyldur fólksins tóku að safnast saman fyrir utan búðirnar þegar fréttist af hungurverkfallinu. Heimavarnaráðuneyti Bandaríkjanna með innflytjendastofnunina á sínu forræði og neitar illri meðferð á fólkinu. Eftir að ráðuneytið varð ekki við kröfum fólksins mannúðlegri meðferð, jukust mótmælin og þrýstingurinn á að leyfa ítarlegri skoðun á aðstöðunni. Þingmönnum Demókrataflokksins og fulltrúum mannréttindasamtaka hefur verið neitaður aðgangur að búðunum. Í síðustu viku fengu þingmenn að fara þar inn. The stories that we've heard out of here are horrific and unfortunately consistent with what we've been hearing across the country, and ICE continues to blatantly lie about the conditions in all of these detention facilities. I've been to MDC in Brooklyn where the immigration folks are treated like criminals even though they have no criminal record. Mikey Sherrill, ríkisstjóri New Jersey, tilkynnti á föstudag að lögreglumenn ríkisins tækju yfir löggæslu fyrir utan búðirnar af fulltrúum innflytjendastofnunarinnar. Helgina mættu stuðningsmenn stofnunarinnar til að sýna henni stuðning. Borgarstjóri Newark setti á útgöngubann í borginni í gær. Hann sagði fjölda fólks hafa verið handtekinn aðfaranótt sunnudags fyrir vopnaburð. Violent, chaotic clashes hurt everyone. They put the lives of both protesters and law enforcement in danger. They take the focus away from people inside Delaney Hall and their families. And they raise the temperature with ICE. I will ensure public safety, and I refuse to give ICE an excuse to surge into our communities. It's time to bring the temperature down. Samkeppniseftirlitið hefur hafið úttekt á hvort álagning olíufélagana á eldsneyti sé innan eðlilegra marka. Forstjóri eftirlitsins segir fákeppnis aðstæður ríkja á eldsneytismarkaði. Virðisaukaskattur á eldsneyti var lækkaður 1. maí úr 24% í 11% til að bregðast við verðhækkunum á heimsmarkaði. Breytingin tímabundin og gildir út ágúst. Samkeppniseftirlitinu var gert að fylgjast með því að lækkunin skilaði sér til neytenda. Í nýlegri samantekt ASI kemur fram að lækkunin hafi skilað sér að fullu hjá öllum félögum nema Costco. Forstjóri Samkeppniseftirlitsins segir eitt mál vera til skoðunar en vill ekki upplýsa hvaða félag það varðar. Varðandi lækkunina 1. maí þá erum við að bíða skýringa frá einu félagi til þess að geta sagt með allri vissu að lækkunin hafi átt sér stað þá. En það ekki bara verkefni, heldur þurfum við líka þá að fylgjast með álagningunum hvernig hún að þróast. Þannig að hún sé ásættanleg með tilliti til vilja löggjafans að þessi lækkun skilir sér til neytenda. Eftirlitið hefur í þessu skyni fundað með fulltrúum olíufélagana til að afla frekari upplýsinga. Síðan erum við núna að afla ítarlegra gagna frá félagunum birgðastöðu, forsendurnar í innkaupunum, árstíðasveiflur og fleira til þess að geta átt okkur á hvað eðlileg álagning við þessar aðstæður og þessar forsendur sem löggjafinn gaf sér þegar hann ákvað að lækka virðisaukaskatt. Já, við höfum áhyggjur af þróunin í síðustu ár og við höfum talað það í talsverðan tíma að það eru fákeppnisaðstæður á þessu markaði. Það í sjálfu sér ekki nýtt og þær aðstæður eru til þess fallnar að slæfa samkeppni. Bensínverð hefur verið nokkuð stöðugt frá því virðisaukaskatturinn var lækkaður síðustu mánaðamót. Hérna má sjá þróun síðustu 6 vikna miðað við meðaltal lægsta verðs. Verðið lækkaði 17 krónur 1. maí og hefur haldist í kringum 207 krónur.
Þetta línurit sýnir hins vegar þróun bensínverðs á heimsmarkaði yfir sama tímabil. Þar eru meiri sveiflur sem skila sér ekki alltaf í verðbreytingum hér á landi. Framkvæmdastjóri FIB segir ljóst að það sé svigrúm til að lækka verð en frekar. Við erum að sjá það í öllum nágrannalöndum okkar að eldsneyti hefur verið að lækka undanfarna dag og vikur. Þetta er enda mjög hverfulheimur eins og við vitum og það er ein frétt í dag og önnur á morgun. Þannig að það hefur verið mikla sveiflur á heimsmarkaði en þau lækkuðu öll í kjölfar þess að virðisaukin lækkaði síðustu mánaðamót. En við sjáum það að það er alveg undirliggjandi frekari lækkun núna. Þar auki það mjög áberandi að olíufélögin hafa síðustu árin verið að snar auka álagningu bæði á bensín og dísilolíu og þannig að neytendur eiga inni frekari lækkun eins og við ítrekað lagt áherslu á. Hvernig líst þér á eldsneytisverðið þessa dagana? Jú, ég alveg finna fyrir því að þetta hefur lækkað en mér finnst það samt vera töluvert hátt. Já, maður hefur fundið fyrir breytingunum að það fari hækkandi. Við erum nú svo sem að taka metan, en það hefur líka farið hækkandi, við finnum það alveg. Starfsmenn heilbrigðiseftirlita sveitarfélagana eru uggandi yfir fyrirhuguðum skipulagsbreytingum sem eiga að taka gildi áramótin. Verði lagabreytingar samþykktar færast verkefnið þeirra til ríkisstofnana. Margir af starfsmönnum heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga funduðu í dag með Félagi íslenskra náttúrufræðinga. Fundunum lauk á hádegi en mikil óvissa er framtíð heilbrigðiseftirlitsins, störf starfsfólks og kjör þess. Við höfum miklar áhyggjur af því að það sé verið að leggja niður heilbrigðisfulltrúa sem er lögvernda starfsheiti og réttindi sem að fylgja og sem að byggist á faglegri þekkingu og við höfum áhyggjur af því að eftirlitið verði ekki eins faglegt þegar er horft fram hjá þessu réttindanámi. Það virðist vera sem svo að öllu starfsfólki verði sagt upp hjá núverandi vinnuveitendur sem eru sveitarfélög eða sjálfseignarstofnanir í þeirra eigu land allt og óvíst í rauninni hversu margir fái vinnu og með hvaða hætti og þetta er auðvitað bara búið að valda miklu titring hjá starfsfólki eðlilega og endar þarna fólk sem er búið að vinna áratugum saman við heilbrigðiseftirlit víða á landinu. Kosið verður á milli tveggja frambjóðanda í forsetakosningum í Kólumbíu eftir að engum frambjóðanda tókst að fá meira en helming atkvæða. Kosningabaráttan hefur verið svo blóðugasta í landinu í rúman áratug. Bílasprengjur og drónaárásir hafa sett mark sitt á hana og einn frambjóðandi var myrtur í fyrra. Valið stendur milli tveggja manna á hvorum endanum á pólitíska ásnum. Hægri sinnaði lögfræðingurinn og kaupsýslumaðurinn Abelardo de la Espriella vann fyrstu umferðina nokkuð óvænt. Ivan Cepeda, þingmaður í flokki forseta landsins, Gustavo Petro, sem er á vinstri væng stjórnmálana, fékk næst flest atkvæði. Skoðanakannanir bentu til þess að Cepeda fengi meiri hluta atkvæða. Hann fékk 41% á meðan de la Espriella fékk tæplega 44%. Báðir vilja taka á ofbeldi í landinu, þá sérstaklega milli vopnaðra hópa. Það hefur verið landlægt vandamál í áratugi og blossaði aftur upp á undanförnum árum. De la Espriella er yfirlýstur aðdáandi Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og kallar sjálfan sig El Tigre, tígurinn. Hann hefur gagnrýnt afstöðu núverandi stjórnvalda sem hafa samið við vopnaða hópa til að stemma stigu við ofbeldisöldunni. De la Espriella hefur talað fyrir harðari hernaðaraðgerðum gegn hópunum, meðal annars með stuðningi frá Bandaríkjunum og vill byggja 10 risafangilsi í frumskógi landsins að fyrirmynd þeirra sem eru í El Salvador. Ayúdame a mandarle este mensaje a Petro y a Cepeda. Ustedes dos, par de delincuentes, no se les atrevan, no se les ocurra desconocer la voluntad popular. Porque aquí hay un pueblo que los va a enfrentar, los va a derrotar. Cepeda hefur heitið efnahagsumbótum verði hann næsti forseti landsins. Hann vill meðal annars auka velferðarbætur og afhenda fórnarlömbum innri átaka aftur land sitt. Þegar niðurstöður kosningana voru ljósar sáði hann efasemdum þær. Hann hélt því fram án sönnunar að 100.000 atkvæða hefði verið hagrætt og að erlendir aðilar hefðu haft áhrif á niðurstöðurnar. Así que lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado
nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche. Y voy a ser su presidente en la segunda vuelta. Önnur umferð kosninganna fer fram 20. og 1. júní. 20 ára afmæli Hvalfjarðarsveitar var fagnað í dag en sveitarfélagið var til við sameiningu 4 sveitarhreppa sunnan Skarðsheiðar. Engin áhugi hjá íbúum sveitarfélagsins að sameinast öðrum sveitarfélögum. Og það var mjög gaman að mæta hér í afmælið í dag enda allir í hátíðaskapi. Og sjálfsögðu var afmælisöngur sunginn í stjórnsýsluhúsinu en þar var börnum úr leik- og grunnskólanum boðið sérstaklega að koma og svo var opið hús fyrir aðra íbúa nú síðdegis með afmælisveitingum. Og margir voru í sérstökum Hvalfjarðarpeysum í tilefni dagsins. Við eigum afmæli Hvalfjarðarsveit, við eigum afmæli í dag. Hvalfjarðarsveit frábært sveitafélag. Hér eru alveg dásamlegir íbúar, hér gott að búa og ég bara hvet sem flesta að koma og kíkja í Hvalfjarðarsveitina. 840 íbúar búa í Hvalfjarðarsveit, en hvað með sameiningu við önnur sveitafélag eins og Akranes eða Borgarbyggð eitthvað þannig í umræðinni. Það var nú sett viðhorfskönnun í síðustu sveitarstjórnarkosningum og það kom alveg skýr vilji að það ætti ekki að sameina. Kvenfélagskonur í kvenfélaginu Lilju sáum veitingar dagsins félagið nýorðið 90 ára gamalt en í því eru 19 konur. Þetta sveitafélag bænda og blandaðra byggðar, þéttbýlis. Hér mikil atvinna, hér mikil gróska, hér sterk og mikil menning, fallegu sögustæðir. Þannig að þetta dásamlegt hér að Hvalfjarðarsveit. En það var ekki bara afmæli í dag því sveitafélagið fekk líka viðurkenningu frá UNICEF fyrir að vera barnvænt samfélag en það kom í hlut Birnu Þórarinsdóttur framkvæmdastjóra UNICEF að afhenda ungmennaráði sveitafélagsins viðurkenninguna sem mikil ánægja með enda elska íbúarnir sveitafélagið sitt. Og frá Hvalfjarðarsveit förum við Norðurland því það var líf og fjör í dag þegar kýrnar á bænum Holtseli í Eyjafjarðarsveit þutu út í sólina eftir að hafa verið inni frá því í haust. Kýrnar hérna á bænum Holtseli í Eyjafjarðarsveit þurftu að bíða óvenju lengi eftir sumrinu en vorið búið að vera kalt og napurt. Kýrnar geta þó ekki verið úti allan sólarhringinn til að byrja með þó það séu frelsinu fegnar þar sem að þær geta sólbrunni eins og við mannfólki. Vá, hvað þetta mikil snilld. Það enginn til að bögga mig, enginn til að skamma mig og ég má gera hvað sem ég vil því að ég kominn í sumarfrí. Kýrnar sem eru 60 talsins höfðu ekki farið út síðan í október en nú eru bjartir sumardagar framundan. Fjöldan allan af gestum bara garði sem þótti mikið til kunna koma. Og af hverju heldur þú að kýrnar séu svona glaðar? Því að þær vilja fá gras og vera úti að leika sér. Að þið eru svo glaðar að komast út, að þið eru búin að vera inn í húsinu síðan í vetur. Það er að komast út eða eitthvað. Heldur að þær elski sólina? Já. Út að þær fara út. Þegar að þú ferð út og komið sumar, þú svona glaður líka? Já. Þær eru að fara út í fyrsta sinn á þessu ári. Og hvað er það sem þeim finnst skemmtilegast að fara út? Til að skoppa. Og það eiga marga vini, sýnist mér, það eru svolítið margar. Já. Átt þú svona marga vini? Já. Já. Ég vinur hans. En hvaða kýr finnst þið flottust? Allar. Allar. Það sletta svo sannarlega úr klöfunum, en við skulum sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Ljósvist var látin sitja á hakanum við þéttingu byggðar, segja arkitekt og rafmagnsverkfræðingur. Nýtt ákvæði í byggingarreglugerð á að taka á því. Við höfum að segja að við séum að sumum tilfellum komið með kjallara íbúðir upp á 3. hæð. Múkisson lagður á stað í tónleikaferðalag. Man þarf að klára svona dæmi sem maður fær á hælan, svo maður getur haldið áfram með lífið. Silfrið á sínum stað í kvöld, Valgeir. Hvað ætlar að hafa á dagskránni þar? Já, við ætlum að tala hvað það myndi þýða ef Ísland gengi í Evrópusambandið. Hingað koma Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra úr Viðreisn, Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Silfrið klukkan korter yfir 8.
Þar verður eflaust slett úr klöfunum en þá að veðrinu. Það verður hæglætisveður á landinu á morgun þótt skýjað verði að mestu með stöku skúrum. Litlar breytingar verða í þeim efnum fram á helgina og í raun ágætis veður framundan þótt sólarkaflar verði sennilega í minni kantinum. Nánar veðrið að loknum íþróttum. Óskar Borgþórsson, leikmaður Víkings, þakkar aukaæfingunum þrennu sína gegn Val í bestu deild karla í gærkvöldi. Víkingar eru efstir og hafa unnið 9 leiki í röð. Ég heldur betur búinn að æfa skallana, sko. Finnar urðu heimsmeistarar í íshokkí karla í 5. sinn eftir sigur á Sviss í úrslitaleik í gærkvöldi. Noregur vann verðlaun í 1. sinn þegar liðið nældi í brons. Og keppnislið HM í fótbolta í óðaönn að leggja loka hönd á undirbúning sinn fyrir mót. HM hefst eftir 10 daga. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak. Þá ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Flokkur fólksins mælist utan þings í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum og nýtur meiri stuðnings en Samfylkingin eftir sveitarstjórnarkosningar. Á 800 jarðskjálfta hafa mælst á Hengilssvæðinu síðan í gær. Sá stærsti fannst víða land. Brottfarastöðina fyrir höfuðum. Frumvarp brottfararstöð var rætt á Alþingi í dag, mótmælt var á þingpöllum og nokkrum var vísað úr húsi. Hópur fólks í varðhaldsbúðum innflytjendastofnunar Bandaríkjanna í hungurverkfalli. Það lýsir meðal annars óþrifnaði og orméttnum mat. Tugir voru handteknir þegar mótmælendum og lögreglu lendi saman. Eftir kalt vor fyrir norðan var kúnum á bænum Holtseli loksins hleypt út í sólina í dag. Gleðin lendi sér ekki. Þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum og veðri og svo kastljósi og silfri. Allar nýjustu fréttir birtast á RÚV.is og eldri fréttir og fréttaþætti má finna í RÚV appinu. Takk fyrir samfylgdina og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Silfrið.